sérstaklega. Þetta gott geðheilsuráð. Sko, það sem ég myndi gera að ég í Réttarholtsskóla og það sem finnst svo ógeðslega jákvætt við skólan þar að ég held að þetta bara besta skólaumhverfi fyrir unglinga til að vera í á landinu. Ég hef náttúrulega ekki verið í öðrum grunnskólum sko, en vegna þess bara að það svo ógeðslega góð samskipti og góð tengsl á milli nemenda og skólastjórnenda og kennara. Og ég veit bara sko að líka félagsmiðstöðarstarfsmenn að oft þegar mann líður illa og maður getur ekki leitað til neins, þá það verst og þá versnar það og þá þetta bara í kollinum á manni og maður getur ekki talað þetta. En eins og sko skólastjórnin í Réttó eru alltaf á göngunum að labba og spjalla við nemendur og það sem krakkar á okkur aldrei eyða langmest af tímanum sínum í skólanum. Þannig það er mikilvægast og auðveldast að komast að það sko. Og eins og starfsmenn í Réttó eru alltaf á göngunum að sjá matsalinn, að skammta matinn og eru allt til í spjall og þetta bara ógeðslega safe space og þau sjá á manni strax, þau heilsa alltaf góðan daginn, þau sjá á manni ef mann líður illa og þau munu tala við þig eða spyrja þig hvort sé ekki alltaf lagi eða eitthvað svoleiðis. Það er bara svo ógeðslega jákvætt umhverfi til að vera í og ég held að Réttó alveg sér dæmi hversu gott það sko og mikilvægt bara fyrir skóla aðalega. Því að það er svona auðveldasta leiðin til að komast að börnunum, held ég. Þú veist, oft er þetta verst þegar það er ekki hægt að leita til foreldra sína eða einhverjum heima hjá manni eða eitthvað svoleiðis. Já. Þetta mér finnst bara kasta þessu aðeins til líka hérna, þessi tengsl og samskipti. Þetta að lýsa svona í rauninni ótrúlega mikilvæg og svona, þessu þetta ekki eitthvað svona sem við getum bara í lífinu allstaðar. Þetta það að lýsa þessu svona, mann líður vel þar sem maður finnur að bara hæ, og alltaf bara eitthvað svona, hvað segir ekki bara, þetta auðvitað svona kannski eitthvað sem að... Og ég meina við sem mannverur, við heilumst í gegnum samböndin okkar. Ef það eru tvær manneskjur sem að lenda í einhverju, önnur manneskja með 2 foreldra sem það treystir og elskar, sú manneskja að fara að vera miklu fljótar að komast yfir hluti og læra og geta speglast og vaxið út frá reynslunni sinni heldur en manneskja sem hefur það ekki. Þannig að það er alveg 100% rétt hjá þau sem þú ert að segja. Skólinn á að bjóða meira upp á tengsl. 100%. Ég bara get líka að tekið undir. Þetta er bara eins og við fullorðin og eigum að vinna á einhverju vinnustað. Það er bara sama. Við viljum láta bjóða, við myndum ekki láta bjóða okkur upp á bara hvað sem er. Ef ég myndi fara í umhverfið þar sem að ég væri, eins og núna, ég var að tala lífið hjá mér gerðist og ég er alltaf að fatta að ég sem er marga bolta á lofti og þarf eitthvað að átta mig á því. Ef ég væri í vinnu sem myndi ekki sýna skilning eða vera pirruð út í mig fyrir að vera í einhverjum lífsfasa, þá væri það mjög krefjandi. Og þetta er bara sama, við eigum að hafa sömu væntingar bara eins og við höfum sem fullorðið fólk til einhver svona umhverfis að vinnustöðum að sé hlusta á mann og sem tala við mann á einhverju virðingu. Bara nákvæmlega sama og við eigum að vera með kröfur á grunnskóla eða framhaldsskóla. Maður getur mætt þangað bara þó að maður hefði átt erfiða morgun, maður getur allavega mætt í skólan og fengið smá spjall eða haft eitthvað til þess að leita við bara í eitthvað svona eins og þú talar á. Þannig að það grassist ekki að maður sé ekki einhvern veginn að hugsa þetta aftur og aftur. Maður geti bara talað það sem liggur okkur í hjarta. Og ég meina þó að það sé ekki bara að fá einhver ráð eða eitthvað, ég meina oft lærir maður ótrúlega mikið bara við að segja hluti upphátt. Ég veit ekki hvort þið hafi lent í því bara í samtali þegar að tala eitthvað og svo bara eitthvað, heyrðu já, ég veit svarið, það þarf ekkert endilega einhver til þess að vera með lausnir eða vera með svör eða vera með eitthvað guidance, það þarf bara einhver sem er tilbúin að hlusta á okkur og bara tala við okkur án þess að dæma okkur. Og kannski eitt sem til að dýpka þetta, það því að maður sér oft, það eru svona staðalmyndir af því hver er veikur eða hverjum líður illa og svona. Það er mynd sem við eigum, notum í geðhjálp, það er mynd af gömlu manni sem situr svona og það stendur Stefáni líður illa. Og svo fyrir aftan á myndinni er hlæjandi ungur maður og þar stendur, þetta er Stefán. Af því við höldum kannski, þið horfið á mig og ef ég myndi sýna þér samkennd og hlýju og hlusta og vera svona bara alltaf, þá er miklu meiri líkur á því að það sé góð samskipti og verði gott. Ekki álíkt að þú sért bara hress, þér líður alltaf vel, ég þarf ekki að tala við þig. Af því að maður veit aldrei hver það er sem er
hver það sem á foreldra sem kannski eitthvað vandræði smá, það oft bara í lífinu, að sýna vinum sínum skilning, tala við og hlusta á þá og vera alltaf tilbúinn og ekki dæma. Það getur líka verið einhver sem leiðinlegur, en hann kannski bara að sýna manni hegðan að þeim líður ekki vel. En við erum svo fljót að fara í, og það bara manneskjan, ég manneskja og þið eru manneskjur. Og þegar ég var í grunnskóla þá horfði ég á mjög margt sem gerðist. Og það verður örugglega gerst í ykkar grunnskólum, alveg sama hvort að umhverfið sé frábært, þá vitum við alltaf að því. Það einhver sem fer í taugarnar á einhverjum og honum ýtt til hliðar. Og það bara mennst, en ef við gætum brugðist við með öðrum hætti. Að því að svo koma einkennin sem að við vorum að tala áðan aðeins, hvernig okkar geðheilbrigði, ég fór í neyslu, hún fór og þróaði með sér sína og hún sína og hann kannski eitthvað. Við þróum með okkur alls konar. Og að því okkur líður ekki vel. En þessi tengsl og þessi þið að tala ég veist þetta frábært og góði punktar og ég vil gjarnan að þið haldið áfram að tala þá, ef þið viljið. Mér finnst líka bara svona Köktips bara pönnukökur. Mér finnst líka eitt stórt vandamál að það stereotypur við svona andleg vandamál og mér finnst mjög mikið að eins og skólar og eitthvað að það bara gripið í þig þegar þú byrjar að sýna hegðun. Þegar þú komið með þessa alvarlega hegðun þá fara þau loksins eitthvað herðu við þurfum að hjálpa þessum. En þegar þetta byrjar, þú stekkur ekki bara í þessa hegðun. Þetta byrjar hægt og rólega kannski og þetta ógeðslega erfið dagur, ég ætla að skrópa í 1 tíma, svo kemur að ég þarf að sleppa þessum líka. Og það ekki fyrir að komið bara að skrópa bara á hverjum degi þar sem þið koma loksins heyrðu. Þarna þarf eitthvað að gera. Og í raun og veru skilaboðin sem hún færð þarna, ég fekk þessi skilaboði líka, þú veist að það var vanlíðan þín ekki orðin mikilvæg fyrr en að hún farin að skaða út frá sér. Þú veist, og bara þannig að vanlíðan mín skiptir engu máli fyrr en að aðrir þurfa að finna fyrir henni. Þetta einmitt það sem þú veist, ég alltaf að koma upp á smá barna það var líka stórt vandamál þar að ef þú varst ekki að sýna allt og alvarlega hegðun, þú leist ekki út eins og varst með þessa átrásköun, það var bara svona ekkert alveg gripið nógu vel í þig. Það var bara svona, mér finnst smá verið svona þegar kemur andlegri heilsu, það alltaf verið að bíða. Það einhvern bíða þannig að þú ert nógu bara veikur til þess að þú sér bara þess virði að fá hjálp. Svo líka þannig ábyrgðin sé ekki öll bara á skólum. Það þarf auðvitað líka að fylgjast vel með þessu heima og við sem foreldrar, þú veist, ég ekki foreldri, ég á kött. Það partur af því. Ég bara sjálf í rauninni. En þú veist, þegar ég var foreldri og aðrir foreldrar hér, þú veist, við viljum að barninu okkar líði vel. Og þá verðum við líka, þú veist, að fylgjast aðeins með hegðuninni og reyna að grípa barnið áður en það fer út í þessa veikinda hegðun. Þú veist, það hægt að fyrirbyggja svo ótrúlega mikið af framtíðar vandamálum og mögulega einhverjum svona geðheilsu vandamálum með því að veita bara svona kannski ekkert endilega stabílt líf út frá öllum áttum en allavega bara svona traust og gott heimilisumhverfi og þú veist það vantar alveg stundum upp á og þetta ekki, þú veist, ég ekki að segja skilur að það þurfi að vera ofbeldi á heimilinum heldur hefur þetta líka bara gerst undanfarið þegar það svo erfitt að vera á lífi á Íslandi, það bara ógeðslega dýrt. Foreldrar að vinna meira, þú veist, hafa þar leiðandi minni tíma til þess að eyða svona í one-on-one, svona quality time með börnunum sínum, afsakið allar þessar slettur. Þannig að þú veist, þetta auðvitað líka bara svona eitthvað sem hefur að gera með efnahagsástandið og í rauninni bara svona eitthvað vandamál sem mjög margir eru að glíma við. En það eitthvað, þú veist, ég var alltaf að reyna að tala um þetta í síðustu kosningum, þetta svona í mörgum lögum og þú veist, vanlíðan snertir svo ótrúlega mörg stig samfélagsins og í rauninni bara alla hópa samfélagsins og þú veist, efnahagslegar áhyggjur, þær hafa áhrif. Þetta svona trickle down áhrif, skilur, þú veist, ef foreldrar ykkar hafa áhyggjur af hvernig þau eru að fara að borga fasteignalánin sitt mánaðamótin, þá auðvitað, þú veist, finnið þið fyrir einhver ákveðna orku heima, þú veist, svona og svo framvegis. Þannig að, þú veist, hollt og gott heimilislíf finnst mér skipta líka rosalega miklu máli og þú veist, svo eru bara mjög margir kennarar sem eru líka foreldrar og þú veist, ef þeim líður vel heima, þá líður þeim kannski líka vel í vinnunni og þar lendi hefur það, þú veist, góð áhrif á börnin í skólanum. Þetta svona, þú
þú veist, þið skiljið hvert ég að fara með þetta. Já. Bara, þú veist, stability í rauninni og bara góð orka. Það er rétt. Og kannski eitt sem mig langar að kasta þá, þú veist, í rauninni, út frá þessu, ef við myndum spyrja hvert okkar, hvað er mikilvægast í lífinu? Marúsa, hvað er mikilvægast? Er það að vera alltaf í vinnunni eða, þú veist, er það að vera successful þar eða hvað, ef við metum það, ég vil ekki svara því fyrir ykkur þannig, ef við getum hugsað velt þessu, hvað er mikilvægt? Þið eru börn á heimilum eða ungmenni á heimilum og ég er að börn og barnabörn og veistu, hvað er mikilvægast? Og maður spyr sig og ég held að svarið sé voðalega oft bara alveg eins. Og ég ætla ekki einu svona að segja það upp átt, en hvað finnst ykkur? Hvað er mikilvægast í lífinu? Líða vel. Líða vel? Og hvernig líður okkur vel? Þú veist, ef þú tekur núna bara mömmu og pappa, þú veist, maður líka og allt þetta, hvernig er best að vera? Og ja, aðstandendur, við erum aðstandendur. Hvernig líður manni vel? Já. Þú veist, hvernig er besta ástandið? Ef þú myndir smá uppskrift af því. Ég held sko að ég held að það sé bara margbreytilegt fyrir hvern og einn. Já. Hvernig þeirra svona draumalíf er. Þú veist, ég þekki ógeðslega marga sem, ég þekki eitthvað sem dýrka að fara í fjallgöngu í 12 kílómetra og vera sem dauð eftir að borða músli alla morgna, skilur við, vakna klukkan 6 og sem ég skil ekki, en þetta fólk er ógeðslega hamingjusamt, skilur við. Þannig að, en ég geti aldrei gert það til dæmis. Alltaf búið að strikka sig eitthvað með. Já. En það er það er sumt fólk sem getur vaknað klukkan 5 á morgna að borða músli, fara í fjallgöngu og líða ógeðslega vel. Já. Og svo er sumt fólk sem á allt og gengur ógeðslega vel í lífinu og á flotta fjölskyldu en samt líður illa. Þannig að ég held að það svolítið sko að það er röng spurning að leita að hvað maður þarf til að líða vel og þegar maður alltaf að leita að einhverju einhver ástæði til að líða vel þá myndir bara alltaf þurfa meira og meira og verða aldrei sáttur og það er engin sko það er ekkert rétt svar í þessu það er okkur svolítið trikki spurning út að Þetta var mikilvægt, það er bara nákvæmlega, þetta er mikilvægt fyrir þér og þetta er góð speglun, alveg ferlega góð speglun að segja þetta af því að þetta er rauninni alveg lögrétt. Það getur vel verið að það kom einhvern veginn öðruvísi dýpt í það þarna en þetta er góð speglun á það því ég held að þetta sé alveg þetta er mjög persónubundið en þetta er verðmætamat. Já, mér finnst þetta náttúrulega bara eins og hann er að segja að þetta bara fer eftir þínum gildum í lífinu bara, hvað skiptir þig máli? Ef þið finnst menntun skipta mestu máli, þá er það náttúrulega það sem þú vilt gera og þá, svo þá bara ferðu í alla menntaskóla sem þú vilt fara í og þú bara ferð í háskóla 40 sinnum skilju, ef það er það sem þú vilt. Og en síðan líka bara leyfa þér að fatta að það er allt í lagi að ná ekki, það er allt í lagi að þú feilar á stærðfræðiprófinu, það er allt í lagi að þetta gerðist. Leyfðu þér bara að vera skilju, bara njóta skilju, já. Og það er líka allt í lagi að vita ekki hvað ykkur langar að verða. Já. Ég veit ekki ennþá hvað mér langar að verða. Sko, ég myndi allan daginn 100% segja að heilsa sé það mikilvægast sem þú átt. Bæði andleg og líkamleg. Og líka bara, þetta er í rauninni saman hlutur, þetta helst svo mikið í hendur. Ég hef veikst mjög alvarlega og þegar það gerðist, þá bara andlega heilsa mín var bara í rúst. En líka, ég hef líka fundið að þegar mér líður mjög illa og þegar andlega heilsa mín er í rúst, þá safnast það líka upp í líkamannum og þá líður mér illa í líkamannum og þá verð ég oftar veik og bara, ég meiði mig öðru, ég bara finn þetta ógeðslega vel. Þannig, bara það sem viðheldur þinni heilsu, hvað sem það er, þá þú sért, bara ef þú nærð að halda þessu tvennu jafnvægi, þá myndu lífa góðu lífi. Það er bara, mín upplifun, allan daginn. 100% rétt. Ég hætti í háskóla og fann mér maka sem þykir vænt mig og ég misti 20 kíló á 8 mánuðum án þess að gera neitt. Já. Nei, bara í alvörunni, ég bara einhvern veginn, ég man bara eftir einhverju augnabliki þar sem ég var bara út á túni með sonum minn, þegar ég var búin í háskólanámi, þetta eru 5 ár, þetta er ógeðslega langur tími, þetta er helmingurinn af ævinni á krakkanum mínum og ég var bara á þessu túni þarna og ég var bara eitthvað að kasta bolta með þeim og ég var bara eitthvað, vá, ég er ekki að hugsa eitthvað skólaverkefni. Og ég veit ekki hvort að þið séu á þessum tíma og ég meina það mun örugglega ampast upp þegar ég farið í framhaldsskóla en þið megi heldur ekki vannmeta bara hvað þetta er þungt. Þið eru alltaf með einhver skil framöndan, alltaf með einhverja kröfur, alltaf með eitthvað, ég verð að skila þessu og ég má ekki hitt og ég má ekki þetta, þetta er ótrúlega erfitt, og það er bara svo mikilvægt einhvern veginn að sýna sér mildi fyrir það líka. En þetta er líka rosa skemmtilegt.
Eftir á. Líka meðan það stendur stundum, sko. Ég skemmti mig mjög vel í MS, ég veit ekki hvað þið vitið MS en það mjög gaman annað. Mælum með það. Mér finnst líka bara sérstaklega svona ungmenni, svona, maður svona að hugsa svona, þú veist, það sem ég er 9. bekk, en samt eru lokapróf hjá mér í 9. bekk, sko. Og það er rosa mikið stress, bara ég er mjög stressuð, það er bara, það er próf eftir verkefni, eftir prófi, eftir verkefni. Og maður er bara svona, ég er mjög mikið svona, ef ég fæ góða einkunn, þá líður mér vel. Ég er mjög mikið þar, ef ég verð stressuð, þá fær ég að gera eitthvað verkefni, þá fær ég að læra. Það er mjög einstakt, En þú veist, svo var ég eitthvað að tala við kennara minn bara, vá hvað ég er stressuð, mér líður illa, bara þetta er að fara rosalega mikið í mig. Og það var bara svona, já, þetta verður bara verra og verra. Þú veist, það er það sem hún sagði við mig. Mikið hjálp í því? Já, mjög mikið. Já, lítið hjálp í því. Já, þú veist, ég sagði eitthvað, já, þetta er stressandi, ég stressi yfir þessu prófum. Já, þú ert bara í 9. bekk, þetta verður bara verra, þú veist. En þú lærir að höndla þetta betur. Já, einmitt, þú veist, kannski segja bara svona, þú veist, ekkert endilega koma með svona, þú veist, að því hjá sumum einkunnir bara allt. Bara, þú veist, andlega heilsan bara einkunnir. Ef þú fær góða einkunn, þá ertu góð. Þessi ein vonda einkunn bara að fara að eyðileggja lífið þitt. Ég var mjög mikið þar. Bara ef þetta sé í íslensku prófið, þá var ég bara farin inn á baðherbergi, bara oh my god, ég er að feila í lífinu. Og þú veist, bara svona að segja krökkum að það er alltaf í lagi að finnast þetta erfitt, að þetta er erfitt. Og þú veist, þó að kennarinn sé að segja að það verður bara erfiðari, það þýðir ekkert að þú þarft að vera eitthvað, vá, þetta er létt núna. Það sem er erfitt núna, það sem er erfitt fyrir þér, er erfitt fyrir þér. Þú veist, ef þú brýtur hendina en einhver gæi sem er 1 ára eldri en þú með aðeins verri brot, handleggur þinn ekki brotinn? Jú, nákvæmlega, og þetta er bara frábær pæling að segja þetta eitthvað upphátt hérna, þetta sem kannski tengist þessu, ég kom aðeins inn og eftir, ætla að segja þessi að brjálæðislega samviskusemi sem að fylgir sumum og gjör svo vel. Ég ætlaði nú bara að tala að, þú veist, ég er í 10. bekk eins og ég sagði hann og ég er með ógeðslega mikið stress út af einkunnum. Ég fer alltaf bara svona, ég fæ bara svona hjartslátturinn aukast ógeðslega hratt þegar ég fæ tilkynningu frá mentor að hafa verið að koma nýtt námsmat, svona please ekki íslenska og bara fyrir svona 2 mánuðum með eitthvað, þá var ógeðslega mikið stress á mér. Ég var nýbúinn að fá einkunn úr náttúrufræðiprófi, ég segi aðeins betur með það. Síðan átti ég að skila inn rökfærsluritgerð sem var 7 hæfni við mig í íslensku. Síðan var ég í stærðfræðiprófi, ég var í öllu á sama tíma. Og síðan fekk ég D í náttúrufræðiprófinu og ég bara gat þetta ekki lengur. Ég bara fekk áfall næstum því. Ég var bara í algjört, þú veist, ég kom heim klukkan 8 kvöldið, eitt skipti. Bara í þessari viku, þetta var ömurleg vika, þá hún var, þú veist, eitthvað skemmtilegt við það. En ég bara gat þetta ekki lengur, þetta var allt of mikið álag. Þetta er bara hrikalegt að það er ekkert eitthvað samræmi á meðkennar. Herðu, ég er með hugmynd. Ég ætla að setja stærðfræðipróf og síðan setur þú náttúrufræði einkunn hérna og síðan skila inn rökfærsluritgerð föstudaginn. Það er ekki bara fínt. Vitið þið hvað vandamáli er líka? Bara þú veist, við sem samfélag höfum einhvern veginn náð að sannfæra allt og alla það að okkar sjálfsvirði er metið út frá einhverjum bókstaf eða lit, hvað sem að grunnskólar er með. Eða þú veist, út frá einkunnum í rauninni. Og við þurfum, sérstaklega fyrst fullorðið fólk, við þurfum að vera miklu duglegri að minna fólki sem er í námi núna á það bara, hei, virði þitt er ekki metið út frá þessum einkunnum. Þú veist, þetta D sem að þú talaðir þú vorst að fara lítið tilbaka eftir 2-3 ár og vera bara eitthvað, ég hafði fucking gott hana. Þú veist, þegar ég skjöld í þessu prófi sem að hann var að tala þarna fyrsta prófið mitt í lögfræðinni, ég borðaði ekki heilu viku. Ég gat ekki borðað. Ég grét, mamma mín, hún þurfti að koma heim til mín og vera bara að passa yfir, þú veist, já. Þannig að ég held að við þurfum alveg að pæla í því líka. Einkunnir eru góðar, það er gott að fá góða einkunn. Guð veit hvað ég elska að fá góða einkunn. En þú veist, þetta er ekki allt. Og ef þér líður illa yfir þessum einkunnum, þá ertu ekki að fara að fá áfram svona góðar einkunn að því að á einhverjum tímapunkti þá ertu að fara að krassa. Þú verður að vera góð við þig líka. Já.
Ég náttúrulega búinn mér langar nefnilega að fara í kvennaskólan og það bara næst vinsalasti skólinn held ég bara núna og það með held ég 120 pláss í skólan í ár út af því 2009 árgangurinn stærsti árgangurinn bara á Íslandi og hvernig getur ekki auka hversu margir komast í skólan þannig það ekkert smá mikil pressa að fá góða einkunnir til þess að komast þangað inn og því venjulega það B og þá gætur þú komist inn en núna það bara næst í bara kapp yfir því hver fær góða einkunn þannig leið og ég fæ eitthvað eins og D eða C þá fer ég bara þú veist í bara algjört helvítis mental sjokk hérna ég bara nei ég fekk bara algjörlega ónýtt sko ég var að klára íslensku verkefni bara ekki seinustu heldur þar seinustu helgi og ég fekk 2 B og 2 C úr því og sem sagt þið vita ekki ef maður hefur 2 C í einu svona flokk af hæfniviðmiðum þá getur maður ekki fengið B þegar maður útskrifast ég bara gat þetta ekki lengi ég bara please ég var að komast aftur upp í B í heildarengunni í íslensku og síðan kemur þetta en þetta rosalega þetta eins og þú ert að lýsa þetta álag og ég ætla að fara að kyngreina þetta þess að þetta hefur oft verið fyllt þetta hefur fyllt en það svo gott að þú talir að þetta hefur fyllt alltaf stúlkur eru samviskusamar og leggja þetta á sig og svona og strákar þetta þetta ekki þannig heimurinn aldrei svona hann aldrei svona bara strákar stelpur en hins vegar þá þessi lýsing sem að hún var að lýsa þú veist stressið í þessu og sem þú ert að lýsa spurningin hvað erum við góð í akkur þetta það sem við leggjum allt okkar á Svo öllum sama þetta, þú veist, ég góður að fama þig og þú ert skemmtilegur og einhvern veginn og þetta byggir á þessu og svo erum við einhvern veginn að ég enda fekk D í dönsku árið 1988 á stúdentsprófi og það sem gerðist að ég þurfti að taka eina einingu til þess að verða stúdent og mátti velja hvað sem ég valdi þannig ég valdi dönsku 400 valáfanga, fór í fjölbrautaskólann í Ármúla til að gera það og ég mjög góður í dönskunum ég bjó sinni í Danmörk nokkur ár þannig að ég gerði það en þú sér hvað þetta fylgir manni lengi þetta D sem ég fekk í dönsku 1988 að ég fór að leiðrétti það 2023 Ég var að tala býtu, kott aftur, hann tekur núna hann núna, því að svo ferð þú að þú þarft að halda í mikrofón Þannig að maður langar bara að bæta við það sem hann var að segja með sko að skólar þurfa að passa það að nemendur séu ekki að binda einmitt geðheilsuna sína við einkunnir sínar og það alltaf algengt og krakkar meta það alltaf oft að bera saman við sig sjálfa skilur og það rétt að vera bókstafur eða litur ætti ekki að vera að segja til hvernig virðið þitt þú náttúrulega ætti að vera bestur í dæmi það og líka bara það með álægð í grunnskólum ég í Réttarholtsskóla sem eitt af eldri skólum í Reykjavík eins og Hagaskóli og þetta stærri og aðeins erfiðari og ég var að reikna þetta núna og frá því að skólinn byrjaði 2005 í janúar og að síðasta prófdeginum þá voru að meðaltali 5 próf á mánuði í 4 mánuði það meir en 1 próf á viku í 4 mánuði síðustu 4 mánuðina og það ekki að telja öll náttúrufræði verkefnin eða ritgerðin eða allt svoleiðis og mér fannst það bara brjálæðislega mikið fyrir og það svo lítið af sko sérstaklega þetta núna eru allir maður finnur mjög mikið fyrir sig hvert einasta matabóð sem maður fer í eða fjölskylduhittingur eða eitthvað það alltaf spurt ein spurning hvað mennskóla þetta í allir sama hvar maður eiginlega bara og vinur manns að tala þetta og fjölskyldur manns að tala þetta og það alltaf verið að tala þetta náttúrulega að fara að skipta manni ógeðslega miklu máli hvað mennskóla maður fer í og samt segja allir að þetta skiptir ekki í rauninni engu máli sko en samt spyrja allir og þetta alveg umtalað og þá fer maður að pressa sig ógeðslega mikið á maður komast í þennan mennskóla og þá lífið búið að maður kemst ekki í þennan og þetta verður ógeðslega erfitt skilurðu og það bara ógeðslega neikvæð leið að binda þennan bókstaf við sjálfsvirðið manns og líka í hvað mennskóla maður fer í og það ógeðslega óheilbrigt Þetta bara góð ræða maður, amen hún ætlar að tala og svo ferð þú, kemur til þín eftir þig Já, einmitt, nákvæmlega það sem ég vil bæta við þetta að sko, maður að fá þessa spurningu hvaða menntaskóla ætlar í bara síðan í 7. bekk ég búin að vera að fá þetta síðan í 7. eða 7. bekk það fáránlegt en já, og þá fer maður náttúrulega og það eru náttúrulega bara mjög fáir grunnskólar miðað við eftirsókn sem að eru réttir og góðir þannig að
líka, þú veist, ég held að það bindir sig í hræðslunum það að verða eftir á. Ef þú kemst ekki inn í þennan skóla, ef þú færð ekki þessa einkunn, þá ertu heimskur, þá ertu eftir á. Þú veist, þetta svolítið skilaboðin sem maður að fá, eða þú veist, og ég heyri marga í kringum mig upplifa og það bara, þú veist, þessi, þú veist, hræðsla, ef þú kemst ekki, þú veist, þetta mun bara bitna á öllu lífinu, af því þú veist, þá færði ekki góðan undirbúning og þá myndi ekki ná að fara í gott nám af því þú myndi bara feila í og þá færði ekki góða vinnu og þá verður bara fátökur í þessu íslenska hagkerfi eilífu og lífið verður bara umlegt. Þetta bara... Er ekki ennþá svona eitthvað kapp, þú veist, að þú mátt ekki fara í framhaldsskóla og yfir 25 ára eða eitthvað svona? Ég held nefnilega ekki. Ok, sko, ég var... Þú verði svona, ég var 53, sko. Já, einmitt, það... Já, ok, það var nefnilega eitthvað breyting þegar ég var í skóla, það var eitthvað svona, þú mátt ekki halda áfram með það. Já, mátt ekki verið í skólanum á daginn. Ok. Það fórstu of eftir og þarfst að vera stór annars staðar. Já, ég veit hennar 60 sem var í 4 áfanga í ensku, sko, þetta er alveg, þú getur alveg gert þetta þú ert sérst aldrei. Nákvæmlega, hún er hérna, þetta var mjög góður punktur líka. Já, ég er einmitt svo ferðu aftur. Ég ætla að bæta við áðan þegar ég var að tala hérna D-ið í náttúrufræðiprófi. Ég ætla á félagsfræðibraut. Ég hef ekkert með náttúrufræði að gera. Ég veit ekki af hverju ég var að fara í svona mikið sjokk yfir D í líffræðiprófi og síðan er ég að fara að endurtaka þetta próf á mánudaginn, sko. Rúllaðu. Vonandi. En sko, það sem að mér fannst verst við þessa einkunn var ekki það, þú veist, D, þú veist, í náttúrufræði, þetta var fyrsta próf sem ég fekk D í að með vitandi. Ég lærði heilan dag fyrir þetta próf. Ég var allan daginn að skrifa svona svindlblað sem við máttum hafa í prófinu. Þannig getið þið ímynda mér hvernig ég var að heyra ég fekk bara, þú veist, D og C í þessu. Ég bara, fucking grínast í mér. Má ég spyrja þig, hvaða skilaboð fékkstu? Eða þú veist, hvað lærðurðu út af þeirri reynslu? Ekki læra fyrir próf, kannski. Þú veist, og hvernig hjálpar það þér í framhaldsskóla? Nákvæmlega, þú veist, þetta var prófum hérna hvað var það? Ég man ekki einu svona hvað var. Ég held að það var eitthvað hérna uppbygging plantna og hérna fólks eitthvað. Að bara, já, ok, gaman. Þú ætlar að taka fyrir aftan? Já, ég tengi rosalega mikið við þetta að sérstaklega með hana félagsfræðibraut, bara að fríka út yfir náttúrufræðingun, nei já, ég er að fara félagsfræðibraut. Þetta er ekki stærsta vandamálið mitt. Og síðan náttúrulega í 7., 8., 9. bekk þá var ég bara í stresskasti daglega yfir einkunnum minni. Ég var með grænt og blátt í öllu samt, en ég var að deyja, ég var bara Blátt betri en grænt? Þess að því er framúrskarandi, þú veist eitthvað. Blátt er A, grænt er B. Ok. En já, og síðan... Þetta er einstaklingsmiðað námi, það skiptir ykkur máli. Síðan bara eitthvað svona allt í einu, þegar ég kom í 10. bekk, þá var ég bara eitthvað, ef ég kemst ekki inn í menntaskóla, þá fer ég bara flytja til útlanda í ári eða eitthvað. Ég er ekki eftir á, ég verð ekki eftir á, því að eftir hverjum? Hverjum á ég að vera eftir á? Er ég að miða við Jón Fannar? Nei. Jón er eftir á í öðru skiluru, eftir á, ömurlegt orð. Þetta er bara svolítið eins og, sko, þú veist, ég er hálfþýsk og í Þýskalandi þá ert í grunnskóla til 4. bekks og svo það er þrískipt kerfi, þú veist, þannig að í 4. bekk er ákveðið í raun og veru á þessi einstaklingu möguleika á að verða lögfræðingur eða ekki, skiljið. Og hérna, frænka mín er áreldri en ég, hún er orðin tannlæknir. Hún var næstu búin að klára doktorsritgerðina sína og ég var bara sjúklega mikið, þú veist, ég var ennþá að klára framhaldsskóla bara þegar ég var rúmlega 20 og hún var bara að byrja á doktorsnáminu sínu, skilur. Og ég var bara, oh my god, hvað ég er eftir á. Og hún segir við mig, oh my god, hvað ég er eftir á. Þú átt barn, þú rekur heimili, þú eldar á kvöldin, skilur. Og ég bara eitthvað svona, já ok, en þú ert eitthvað. Skilji, og þess vegna líka, þú veist, þetta er svo ótrúlega einstaklingsbundið, þú veist, og við getum ekki einhvern veginn, þú veist, akkurat eins og þú ert að segja, þú veist, að vera á eftir hverjum, þú veist, og hann er kannski á eftir í einhverju öðru, en þú veist, þetta er bara svo mikið, þú veist, á þessum tíma, maður er alltaf að keppast við einhvern veginn að, skilur, ná einhverjum hæfniviðmiðum, komast inn í skólan og þú veist, bara alls ekki fokka upp framtíðinni minni og eitthvað svona, en það er ekki þannig í raunheiminum, þú veist, í raunheiminum fáið þið sensa til að gera aftur, ég meina, þú veist, ég er þannig starfi að ég er að, sko, búa til eitthvað gögn til þess að senda á einhverja stofnanir og eitthvað og ef það er ekki fullnægjandi þá bara senda þau tilbaka og segja bara heyrðu það vantar eitthvað hérna. Þú veist, það er ekki þannig að ég bara missi vinnuna og bara, þú veist, missi starfsréttindin og heimili og bara allt, þú veist, að ég skilaði ekki einhverjum einum pappír réttum. Þú veist, þannig að ég er líka bara einhvern veginn svona, þú veist, fyrir hvað er verið að undirbúa ykkur. Bara raunverulega. Nákvæmlega. Já, það er bara svona,
basically að það svo hættulegt að bera sig saman við aðra og því að maður veit aldrei hvað í gangi hjá öðrum. Ekki allt í lagi, þetta lítið. Nó, vá. Heyrðu, hann hérna? Þannig að, mér langar bara að segja eitt, mér finnst það stundum skólinn að gleyma, að þú ert þannig til að læra. Þetta smá eins og þú ert bara í vinnu, þú ert bara að læra þetta eins og þú verður í vinnu, þú ert að gera þetta verkefni og þú bara gleymir það og svo fer ég í næsta. Í staðinn fyrir að viðhalda þessu upplýsingum sem þú ert að reyna að læra og þetta er svo erfitt að finna tilgangurinn til þess að af hverju á ég að læra þetta ef ég ætla bara halda áfram í næsta og svo bara gleyma það, og maður ekki að fara að halda þessu upplýsingum Páfagaukalærdómur. Já, þetta er bara eins og þú ert í vinnu, þú þarft bara að klára þetta verkefni og svo bara fara á næsta í staðinn fyrir að þú ert að bara, viðhalda þessu upplýsingum og maður bara, þetta er bara svona, þetta er ekki, þú ert ekki að læra neitt, þú ert bara að vinna, basically. Þetta er kannski það sem að fyrir því þið eru búin að tala þetta fyrir svolítið, þú sagðir núna áðan, til dæmis svona að tala að það þyrfti að vera samræmt próf og svo fórst að tala í rauninni hvernig álagið og þetta og þú ert spurður hvað þú ætlar að verða þú ert stór eiginlega og þú segir ég ætla að vera í kokkinn og þá kom að kemur svona já það nú fínt, skilur en það í rauninni ekki það sem fólk að segja. Hvernig getið, því að þið eru hér að tala þetta og það alltaf þannig, þetta var líka svona þegar ég var krakki þó var aðeins færið sem fór í mennskóla það var alltaf þessi krafa, ætlar ekki að fara í MR eins og pabbiðinn, ætlar ekki að fara í þetta eins og eitthvað og svo nei, ég ætla ekki að vera læknir og spurningin getur þið, því þið eru síðan að fara að taka við þessu, næst verður þið þarna og eru að spyrja, hvað segir Siggi minn, hvað ætlar að verða? Þetta ekki að vera í eitthvað skóla? Hvaða menntaskóla ætlar þið? Hvernig breytum þessu? Hvernig förum við að hættum að nota þetta sem mælikvarða alls? Heldur sumir, ég ferðast með hljómsveit út allan heim sem var bara mjög fræg, heimsfræg hljómsveit og þau voru ekkert búin að vera í háskólum og menntaskólum. Þau voru mjög hæfileikarík. Svo aðrir íþróttum hæfileikarík, svo aðrir myndlistamenn hæfileikarík, svo aðrir söngvarar eða skákmenn eða bara eitthvað annað. Við erum öll hæfileikarík. Hvernig breytum við þessu kraft? Mér finnst bara mikilvægt að líka að vita að krakkar þegar það er spurt svona hvað ætlar að gera í framtíðinni, hvaða skóla ætlar að fara í þú ert að vita það, en þú ert ekki nóg þroskaður til að gera þetta en samt þarf það að vita þetta en þú átt ekki að gera þetta þannig svona þú ert beðin sérstaklega þú ert svona úlningsárunum þú ert of þroskaður í þetta en of óþroskaður í þetta þú ert svolítið bara svona á milli og það er mjög erfitt og mér finnst líka bara mikilvægt að minna krakka á bara að að þetta er ekkert að fara að eyðileggja lífið þitt þetta verður allt í góðu eins og í 8. bekk bara persónulega reynsla fjall í öllu bara ég var að skrópa tímum gekk illa í skóla fekk D í öllum bara lokaeinkunnum en núna er ég með B og A ég er umbásmaður barna ég er í ungmennaráði Breiðholts bara þetta er ekki að eyðileggja lífið þitt þetta verður betra þetta B eða D eða hvað sem þú ert að reyna að fá það sem þú færð er ekkert að fara að segja hver þú ert og það er eitthvað sem ég þurfti bara að sætta mig við bara svona, já, mér gekk illa þá en ég ætla bara að horfa á hvernig mér er að ganga núna Þetta er mjög þroska viðhorf, bara frábært en þetta skiptir miklu máli Líka, á eftir, gjör svo vel hérna fyrst og svo hérna Oh my god, menn er eitthvað að taka spaðan Á meðan þið ákveðu hver að fara að tala ég ætla bara að segja eitt mjög stutt varðandi punktu sem komst með áðan varðandi eftir hverjum við hvernig við bera okkur saman hver er þessi samkeppni sem við erum alltaf að reyna one-uppa í rauninni á okkar tímum, við búum ekki bara á tímum sem við erum að miða okkur við Jón út í bæ heldur búum við líka á tímum samfélagsmiðla sem við erum að miða okkur við Stacey í Ameríku af því að við erum á TikTok og að það er einhvern veginn svona það er svo nýr heimur að opnast fyrir okkur öllum og við getum ekki annað gert heldur en að bera okkur saman við þau þannig að guðan á bænum, við verðum líka að vera duglega að minna okkur sjálfa á og við sem fullorðin að minna börnin á bara hei, þú ert að standa þig ógeðslega vel jafnvel þó þú sért ekki að standa þig ógeðslega vel samkvæmt þínum stöndurdum þá ertu samt alveg á mjög góðum stað bara chillaði smá
Nákvæmlega. Þú með það? Sko, mér langar bara að bæta við þarna og segja með það sem ætla að gera í framtíðinni og þessi umræða eins og þú sagðir að þú ætlar að fara í MR og verða læknir, þessi sumir fóldrar þannig. Ég held að, mér finnst persónulega að það sé það versta sem þú getur gert sem fóldri er að hefta framtíðina á barninu svona með að segja þú ætlar að gera þetta, þú ætlar að gera hitt. Ég held að það sé bara varla eitthvað að vera hægt að gera sem fóreldri. Á endanum eða vonandi þá þú að fara að deyja fyrst og barnið þetta bara að halda áfram. Þannig af hverju ætti þú að hafa eitthvað að segja vonandi? Það er þannig, ekki þetta bara gott, bara vel gert. Nákvæmlega, við segjum bara rétt upp hend. Hafið þið séð hana Dead Poets Society? Já, góð mynd. Þið veitum hvernig hún endaði. Getur þið komið og talað við fóreldra mína? Já, mína líka sko. Ég hafði val þegar ég var ung. Ég mátti velja á milli þess að verða læknir eða verkfræðingur. Hjá mér þá var þetta læknir, en mamma mín og pappi reyndu aldrei að pressa mig í að vera læknir af því ég var svo staðráðin í því að vera lögfræðingur. Það þorði enginn að svona argjúa við mig. Það er svo skrítið að reyna að vera eitthvað ákveða svona fyrir barnið sitt og líka bara það að maður veit aldrei hvað er að fara að gerast og maður getur endað hvar sem þó maður byrjaði ógeðslega illa eins og pabbi minn, hann féll á þýsku fyrstu árunum hans í mennskóla og hann langaði bara að hætta. Hann er svona gamall eins og þú og það var það voru ekki allir endilega að fara í mennskóla þannig að hann fekk allir stúdentspróf en hann reddaði sér gigi hérna og þarna og margfaldstað. Núna er hann komin í ógeðslega góða vinnu og með góða fjölskyldu og allt svoleiðis og ég þekki ógeðslega margir sem svona líka eins og stjúpa minn, hann lærði sálfræði og núna er hann kennari í tækni og gerir eitthvað allt annað. Þannig, þú veist, að bara kenna krökkum það, maður þarf ekki að ákveða þetta og brautin er aldrei svona bein nema hjá okkur með örfáum einstaklingunum sem er líka allt í góðu. Þetta er mér. Mér langar aðeins að skjóta inn í þetta og það sem þeir eru búin að tala núna. Það er svo áberandi að þeir eru búin að vera, svo gaman að heyra þeir eru að tala sko einhverja áskoranir og þeir eru búin að átta ykkur á og þetta er ykkur áskorun og eru svona að vinna í, þú veist, þetta lætur ykkur líða svona eins og með einhverjar enganir og eru í einhverju svona vinnu að pæli þessu og það er bara, þú veist, lífið er alltaf eins og bara upphafið að fundir, þú veist, lífið gerðist og lífið er að gerast og maður er alltaf að lendi að fá eitthvað svona sem kemur upp eða eitthvað sem er óvænt og til dæmis bara að komast ekki í skólan sem maður ætlaði eða fá ekki vinnuna sem maður sótti eða eitthvað, þá að geta skilgreint þessa hluti og bara tekið svona, þegar lífið gerist bara sem svona áskorun, að finna það bara næsta, finna lausnina, finna jákvæða sem er fyrir framan það. Að eins og þú talar og kemst ekki inn í framhaldsskóla, ferði bara erlendis, bara geggja plan og kannski bara betra heldur en hitt, en þú veist, að vera einhvern veginn opinn fyrir því ef við erum ekki að fá það sem við viljum, að geta bara skilgreint hvað lætur okkur líða svona, hvað er áhrif, er þetta rétt, nei, vinna í því, vera alltaf, það er miklu betra en að vera bara einhvern veginn að æða áfram alltaf á fullu og aldrei að fatta, já þetta lætur mér líða svona. Ég fæ kannski skjótin, ég fattaði daginn núna eftir ég eignaðist þriðja barnið mitt, þá svona keyrðist allt lífið mitt upp og ég fattaði daginn að ég er alltaf, þegar ég fyrir bílinn, þá kveiki á tónlist, ég hækka henni í bótt, ég fyrir heim, ég fattaði alltaf, ég bara í svona 2 ár hef ég bara ekki leyft mér að slaka á. Þannig þegar ég er ekki einu svona með krökkunum mínum, þá keyri ég upp lætin í kringum mig og fattaði svolítið, ég er bara búinn, ég kem þreyttur heim að því ég ákveða að setja bara eitthvað í bílinn og er að fatta núna sjálfur, bara eftir 3 ár þar sem ég er ekkert einhvern veginn, ég hætti að pæla í hlutum. Já, heyrðu, þetta lætur mig líða svona, ég þarf kannski aðeins að breyta, ég kannski að passa að fara út eða sleppa þessu og það er svo gaman að heyra ykkur tala þetta. Þeir eru að lenda í einhverjum áskorunum en þeir eru líka að fatta hvernig ykkur líður á því, af hverju, er þetta rétt, þeir eru að breyta, þeir eru að aðlaga ykkur og það er bara svakalegu styrkur að hafa, bara alltaf. Já, ég tengi náttúrulega rosalega mikið við það að hafa ekki leyft mér að slaka á neitt. Ég bara tók eftir því í síðustu viku að ég er búin að vera bara, já núna fer ég þangað og svo þangað og síðan er æfing fyrir lokapróf og síðan er ég búin að vera með rosalegan standard fyrir sjálfa mig og síðan er ég bara búin að vera að pæla hvaðan fæ ég þennan standard því að foreldrar mín tóku framhaldsskólann á 10 árum og mamma er búin að skipta vinnu sko, hún hefur verið tattúartisti, hún hefur unnið í apóteki, ég veit ekki hvað hún hefur ekki unnið sem og ég veit ekki svona og ég alveg bara, já, nei, ég verð að velja mér eitthvað eitt, ég verð að komast inn í námið bara strax
nánast í 7. bekk þá verð ég að komast inn í lækna eða eitthvað bara og vera bara, já, ég verð að ná þessu, ég verð að verða forseti Ísland eða eitthvað bara, hvaðan kemur þetta, þú veist? Er þetta samfélagið, er þetta vinir, er þetta umhverfið, er þetta þættir, er þetta TikTok, er þetta allt sem við erum að gera? Við lærum þetta samfélagið, en svo er líka foreldrar okkar líka, en það er svo margt annað. Sambönd, bara tengsl, hvað við segjum upphátt, hvort við hittumst oft svona og tölum saman. Þetta held ég mjög hollt og gott, fyrir mig allavega, gjörðu svo vel. Svo kemur við. Já, ég langaði að bæta við með bara, lærdóminn maður er að læra svo mikið á saman tíma maður er að læra kannski eðlisfræði og svo er maður að læra efnafræði og svo er það að læra stærðfræði og svo er það að læra íslensku og svo er það dönsku og svo, það er bara allt of mikið að gerast. Þetta er eins og maður væri bara að æfa fyrir 3 öðruvísir íþróttir, þetta, gengur ekki ef þú langar að viðhalda þessu uppbyggingu, þetta er lærdómur, þetta er ekki, vinna, og þetta er basically bara breytast í bara eins og bara vinnu, en þú ert ekki að fá neitt borgað og þú ert bara að tapa penning, þú þarft að borga maturinn sjálfur og þú fær bara ekkert úr þessu basically og það er alveg erfitt fyrir ungt fólk að bara halda áfram ef maður er bara að tapa bara penning og maður fær næstum bara ekkert úr þessu og þetta er svo erfitt að halda áfram og þetta er bara eins og þú ert að bara vinna án þess að fá borgað Það er alltaf, þá er ekki verið að vekja áhugann á þessu námi og þá er þetta ekki, það er auðvitað alveg galið. Já, og maður er ekki neitt að læra, þetta er bara verkefni. Já. Þú ert ekki að læra. Þú ert ekki að þroskast að því leyti, þú veist ekki svona, hvernig, já, vá, ég uppgötaði hérna eitthvað. Já. Það virkaði fyrir mig til dæmis, í háskóla, eftir ég fór í meistaranámi þá fór ég að velja mína eigin áfanga. Hvernig áfanga ég fór í og þá var ég að viðhalda þessum upplýsingum á meðan að bara síðustu 3 ár. Þá var ég bara að leggja á minnið, komast í gegnum prófið, ná prófinu, í rauninni bara slefa í gegnum prófið, síðan er ég bara farið, af því ég var að læra fyrir næsta próf. Og þetta var rosalega mikið, bara þetta var algjör keyrsla. Og ég fattaði eftir ég byrjaði að velja mín eigin áfanga bara, já, ég kann eiginlega ekki neitt, ég á ekki að vera með þessa gráðu, skilur, ég er ekkert búin að vera að viðhalda þessum upplýsingum, af því að það er bara þröngvað einhverju sviði, einhverjum áfengum upp mann sem maður er ekkert endilega að reyna að fara í. Alveg svo til dæmis með náttúrufræði, ég vil fara í félagsfræði. Þetta er svona, ég hef alltaf talað fyrir því að það ætti í rauninni bara að leyfa krökkum að ákveða sjálfur meira. Meira sem varðandi námsmatið. Það ætti að vera einhver svona samráðsvettvangur, þar sem að fulltrúar barna í menntaskóla og grunnskóla fá bara að koma saman og þeir bara ákveði fyrirkomulagið, kjósi í rauninni bara einhverja niðurstöðu. Það þyrfti þá bara að innleiða það kerfi sem ykkur öllum þykir best. En það veit enginn hvað er betra fyrir ykkur heldur en þið sjálf. Og samfélagið er alltaf að breytast eins og við erum búin að vera að tala um. Ég ólst ekki upp við TikTok, ég ólst upp við Tumblr, að þið veitir hvað það er. Og hann ólst ekki upp við Tumblr. Neitt, ég ólst ekki við neitt bara. Sjónvarpið var ekki til þá. Nei, það var frí í júli, ekkert sjónvarp. Já, einmitt. Gamli pabbi þinn mann eftir þið ekki. Hvað segir þið? Hvar eru við stödd í þessu? Þannig að ég langar að ansa bæta eftir, þegar maður læra svona mikið á saman tíma, maður þarf, að forna, einhverju öðru, skiljur eins og ef þú ert í íþróttum á saman tíma, þú ert í æfa einhverju og þú ert líka bara, þú ert líka með vini, þú ert að fara, stundum fara að gera eitthvað með vinið þín, og bara það var gaman og þú ert kannski, þú hefur alveg ábyrgð heima eða eitthvað, þú ert að kannski taka til og ég veit ekki vaska upp og svoleiðis og þetta verður svo erfitt þegar þetta er eins og skólinn stundum verður svona svindlaður þú tekur kannski þessa áfanga og þú ert í skólanum frá 8 til 4 en svo þarf það að taka alveg hellings og heimvinnu skilur kannski 20 mínútur á hverjum áfanga og þá ertu bara kannski með engan tíma eftir skilur til að gera neitt sem þú ætlar að gera kannski eins og þá eru margir krakkar sem kannski bara hætta í íþróttum, æfa íþróttum þeirra og það er mjög leiðilegt og íþróttin eru líka, maður hefur þjálfara þarna og allt svoleiðis sem eru mjög mikilvægir, fyrirmyndarskilur og þá ertu að tapa á þeim fyrir skólan. Það er bara það sem þú segir, það er gott ef það er heilbrigt samband, íþróttir geta verið mjög hjálplegar í geðheilsunni, geta líka verið svolítið erfiðar stundum af því að stundum verður metnaðurinn þar líka allt of mikill með skólanum, þá er maður bara alltaf að reyna að vera fullkominn og það næri enginn.
við erum öll svo rosalega ófullkomin, meira segja ég. Býtu, gjör svo vel, hérna, aftur. Mér finnst líka bara svona, við vorum að tala eitthvað foreldra, þess að þetta eitthvað svona að koma inn og fá smá út líka. En þú veist, þannig að ég ólst upp við, mamma mín, hún var 16 þegar hún átti mig. Já, hún 32 í dag. Og hún þurfti að hætta í framhaldsskóla og það var ólíkt af mér. Hún var ólíkt af mér í 10. bekk. Og pappi minn, hann fór í neyslu og hann edrú í dag samt, bara En það var svo mikið líka, bara, ég var líka að hugsa mikið svona hvaðan kemur þessi pressa, af því það var ekkert mikið sett pressa á mig, en amma mín kannski. En þú veist, ég var svona að hugsa hvaðan kemur þetta og það var bara svona að því ég ólst uppi bara þú verður að passa að enda ekki upp eins og mamma en þú verður að passa að enda ekki upp eins og pabbi þinn. Það var bara svona, bara pressa og þá fór ég einhvern veginn bara í þetta ok, ef ég fer eitthvað í þetta þá verður bara ég bara, þú veist, mér leiði eins og ég var að vera, þú veist, að það var að vera að reyna að láta mig vera eitthvað sem hún vildi gera sem hún fekk ekki tækifæri að vera. Og þú veist, líka bara með svona hvað er mikið pressa í skólum, þú veist, ég er að fara í endurtökupróf í starffræði, kynningu í dönsku og kynningu í náttúrufræði alltaf morgun. Ég er í 4 tímum og ég er að gera 3 þessa hluti. Það er bara eitthvað svona að þið þurfa að tala meir saman sem kennarar, bara svo að það sé ekki svona klassa alltaf svona sama degi. Bara tala þeim saman hvenar, þú veist, kannski hittast svona, já, þú veist, ok, við erum með 9. bekk hér, ég er að hafa prófið á þessum degi, þú veist, bara svona svo það klassar ekki allt. Bara svona, þetta er svona smá svona common sense. Common sense. Common sense, þú veist þetta. Þú veist, eins og ég er bara búin að vera bara stressuð, bara oh my god, þú veist, ég einmitt eftir þennan fundi, ég er bara að fara heim að æfa fyrir dönsku kynningu, náttúrufræði kynningu og þetta starffræðipróf. Þú stafar Kim Larsen, það er langt best. Hann er danskur. Já. Þú veist á hann. Ekki okkur. Það er ekki svona gömlu kalla brand. Nei. Þetta var einu sá nota til að Ég fatt þetta ekki heldur, sko, þetta er eitthvað svona, var þetta? Já, þú veist, ein pæling með að vera eftir á, þú veist, eitt sem að verður bara að reyna að muna er að þú getur ekki verið eftir á í eigin lífi. Þú veist, það er engin annar lífi annar en þú. Og þú veist, þó að, þú veist, einhver amma eða mamma eða einhver annar í þínu lífi er að reyna að lifa í gegnum þig og gera það sem þau vilja kannski gera, hefðu að þau viljað gert eða eitthvað svoleiðis, þá verður maður einhvern veginn að reyna að, þú veist, bara lifa ekki að ná til sín þó það sé ógeðslega erfitt af því, þú veist, á þessum, þú veist, aldrei er maður svo ógeðslega auðveldlega að móta þér og þú veist, það er ógeðslega erfitt að reyna svona standast það. En líka bara, þú veist, ekki bara í námi, líka, þú veist, eins og við erum að alast upp í TikTok þar sem allir eru að edita sjálfum sér og eru líta fullkomlega út og þú veist, og maður er einhvern veginn að reyna að miða sig við standardar sem að bókstaflega getur ekki náð. Að þú bara bókstaflega, þú hefur ekki sken, þú hefur ekki aðstæðunar. Og þú veist, já, maður verður í rauninni bara að reyna að meta sig við hvað er ég að gera og hvað er það besta sem ég gæti mögulega verið að gera. Og þú veist, kannski reyna að komast í snál því að maður getur án þess að rústa sér andlega og líkamlega. Svo held ég þessi líka bara mikilvægt, þú veist, að hlusta á eigið innsæi og þú veist, ég man bara einhvern veginn svona, þú veist, þegar ég var unga þá var mjög mikið svona innsæi mitt var að öskra eitthvað sem að umhverfið mitt sagði að væri ekki rétt, skilurðu, svo fer ég úr umhverfinu og þá átta ég mig á því að innsæi mitt hafði alveg rétt fyrir sér, þú veist, ég hefði mátt setja mörk og segja bara, þú veist, þetta er mitt líf, ef að mig langar að fokka upp þessu lífi, skilurðu, þá er það bara mín ákvörðun. Þú veist, það er ekki bara eins og þú ert að segja, foreldrar eru að lifa í gegnum okkur. Þú veist, og ég meina bara alveg eins og mamma mín og pabbi, þau vildu örugglega vel, skilurðu, þau vildu örugglega ég verði eitthvað, þú veist, bara og verði eitthvað meira en þau, skilurðu, en þau eru þá að gleyma mér í dag fyrir manneskinu sem ég gæti mögulega orðið. Sko kannski líka gott að hugsa með þetta, að það er varðandi, þetta er auðvitað að við erum komin inn á viðkvæmar slóðir líka með að því að þið eru börn og við erum fullorðin og við erum að tala hluti og þú opnar á hluti að það er þetta sko einhvers staðar innst inni held ég og ég veit að þessi foreldrar okkar að þau er alltaf að gera sitt besta. Þau eru og við erum flest alltaf að gera okkar besta. Þú veist, maður er einhvern veginn og þið vitið hvernig að maður öskar á einhvern sem gerir mistök í íþróttum eða eitthvað en hann var ekkert að reyna að gera mistök. Þetta er bara svo mennst að byrja einhvern veginn að ætlast til einhvern geri eitthvað öðruvísi þó að þetta séu mistök. Ég sull einhverju niður og það getur verið lært viðbragð að þú segir hvað er það að gera? Þú veist, eitthvað svona, eða ég gerir það. En það er ekki þar með sagt, þú veist,
ég var ekki að reyna að sulla, sko. Ég var ekki að reyna að gera eitthvað. Ég var ekki að reyna að fá D, ég var ekki að reyna að fá eitthvað, eða mamma mín er ekki að reyna að breyta mér í lækni, eða eitthvað. Að þú veist, við erum að muna þetta líka og sýna þessu skilningi. Það er oft flókið og það er ósvað mikið, þú eru ekki að tala um þetta. En þú veist líka bara, einmitt, þú sýnir þroska með að tala um þetta eins og þú talar um þetta. Og og ég held að við ættum að halda þar í það og geyma fokk upp líf okkar, sko, ég er bara með doktorsgráði því, sko. Ég líka. En er ekki kannski, að fara kannski wrap it up eins og maður sagði, þú veist kannski, þú veist ef einhver brennandi spurning sem sem varð eftir, þá má hún koma, annars ætla ég að leyfa þeim á eftir að loka svolítið, bara með svona smá, þetta er búið að sko ótrúlega í rauninni frábært að vera þetta, finnst mér. Gjörðu svo vel. Þú segir eitthvað líka eða ætlar bara... Já, bara með spurningu. Já, þú tekur hana. Ok, já, ég langar bara aðeins að segja þetta, sko. Mér finnst að skólakerfið sé svona of, þú veist, svona, ég veit ekki hvernig, þú veist, þetta er bara svona of, þú veist... Kassalega. Þú veist, ég reyni að finna rétt orði fyrir það, sko. Not consistent among schools, or...? Þú veist, þetta er svona, mjög svona, þú veist, þröngt, skilur, eða þú veist, svona, þú veist, það er ekki sveigjanlegt, skilur. Þú veist, eins og náttúruvísindabraut, sko, það bara, þú veist, þú ert bara að læra bara allt saman. Þú ert að læra efnafræði, þú ert að læra jarðfræði, þú ert að læra eðlisfræði, þú veist, og þú veist, ég, sko, er að stefna á að vera sjúkraþjálfari. Af hverju þarf ég að læra járnfræði? Af hverju þarf ég að læra efnafræði? Af hverju þarf ég að læra eðlisfræði? Þú veist, mér finnst að, þú veist, allavega náttúruvísindabrautin sé of svona, þú veist, þetta er svona, þetta er eini valmöguleikinn og þú veist, það er allt, þú veist, allt og breytt, skilur, og þú veist, ef þú ætlar... Eldgos? Já, þú veist, mér finnst ekki neitt, þú veist, jarðfræði sko er leiðileg, mér finnst það alveg skemmtileg, en þú veist, þetta er svona smá svona, þú veist, tímasóun, skilur, ef þú ert að læra eitthvað sem þú ert ekki neitt að fara að nota, skilur, þú veist, ef þú ætlar að vera jarðfræðingur, þá, þú veist, er gott að læra jarðfræði og allt svoleiðis, en þú veist, segjum að þú veist, þú ætlar bara, eins og ég, að vera sjúkraþjálfari, af hverju þarf ég að læra þetta, sko? Og þú veist, þetta er bara svona alltof svona, þú veist, það er ekki, þú veist, það er ekki eins svona sveigjanlegt, skilur, þú veist, og maður þarf bara að læra þetta og þetta og þetta. Þú veist, alveg saman hvort þú ætlar ekki að, þú veist, fara í eitthvað, þú veist, atvinnu sem tengst þetta, skilur, þú veist, þetta er svona alltof svona þröngt, skilur. Ég held að þetta sé bara eitthvað, þegar maður þurfum að taka upp að þetta samtal væri með þeim sem skipuleggja nám. Gjörðu svo vel hérna loka spurning. Ég vonandi að sé ekki eitthvað of persónulegt fyrir ykkur. Þetta var eiginlega svona beinað ykkur. Bara þeir eru bara með mjög mikilvæg þessu samfélagi, bara bæði. Og þú veist, ég bara svona finnst ykkur svolítið, þið talið bæði að geðveiki, finnst ykkur svolítið verið að skilgreina ykkur eftir bara geðveikinn ykkar? Sko, fyrir mitt leyti er geðveiki ekki eitthvað sem segir eitthvað um mig. Geðveiki er hópur, geðveiki er samfélag, geðveiki er, þú veist, að vera opinn, að leyfa sér að vera óþægilegur, að skilurðu bara að skammast sín ekki fyrir það sem okkur er sagt að skammast okkur fyrir, þú veist, mikla tilfinningar, einhvern veginn, þú veist, eitthvað átbörst, erfiðir samskipta, þú veist, eitthvað svona skilurðu. Og fyrir mig, þú veist, einhvern veginn þegar að ég loksins fæ þau skilaboð að ég sé eðlileg og ég má vera ég, það kemur eftir að ég er stimpluð og útskúfuð og greind og skilur allt þetta og þú veist þessa tilfinningu fékk ég bara í samfélagi þeirra sem eru geðveikir. Þannig að þegar ég segi ég er geðveik þá er ég í raun að segja að ég tilheyri þeim hópi. Ég er ekki að segja að ég sé með ákveðna greiningu, ég er með fullt af greiningu, sko, ég er mjög greind. En þú veist, fyrir mig er þetta miklu meira samfélag, þú veist, og þetta er svona svolítið einhvern veginn þetta að bara, ok, við erum jaðarsett af öllum sem eru eðlilegir og það er bara allt í lagi. Þú veist, þú talaði líka að þurfa að vera svona ekkert að í pólitík, þú veist, hvernig var það bara svo reynsla að opna eitthvað svona sem er ekki venjulegt að opna í þeim svona? Það var ógeðslega skrítið og það var ógeðslega scary, en viðbrögðin sem ég fékk eftir að það var bara frá fullorðnu fólki, bara þú veist, fólki sem var fætt árið 40, árið 50 sem voru bara takk fyrir að opna þetta, ég hef líka verið að glíma við, þú veist, þetta og þetta og þetta og þú veist, mér fannst ég alveg hafa haft einhver áhrif sérstaklega á eldri kynslóðina. En varðandi það, þú veist, að vera skilgreind eftir sjúkdómnum sínum,
ég náttúrulega með átröskun og átröskun svona pretty girl sjúkdómur sem ótrúlega mikið romanticized. Ég veit ekki hvernig maður á að nota íslenska orðið yfir þetta, en það ekki fallegur sjúkdómur, þetta ógeðslegur sjúkdómur, maður lyktar illa, maður getur ekki klætt sig sjálfur, þú ert alltaf að detta niður stiga eins og einhver hálfviti, og þú getur ekki stjórnað blöðruninni, en það ekki það sem sýnt. Þannig að ég held að við þurfum líka alveg að eiga samtalið það að það á ekki vera að skilgreina fólk eftir einhverjum ákveðnum svona flokki af sjúkdómum, bara við erum öll eins og þú segir veik á okkar eigin hátt og það engin einn sjúkdómur meira í lagi heldur en annar. Þannig að ég held að það sé svona aðalpunkturinn sem ég langaði að koma á framfæri, en jú, fólk horfir á mig þau eru bara eitthvað, ok, ert þú ekki að barða, en hvað segir maður? Bara ég reyni mitt besta, skilur, og það bara besta sem ég get gert. Fjölskylda mín þegar ég sagði þeim frá bara ákveðnum áföllum í mínu lífi sem hefði haft áhrif á mig og ég setti smá fjarlægð milli mín og fjölskyldu mína meðan ég var að vinna úr þeim áföllum og fjölskylda mín hafnaði mér. Þau sögðu bara, þú ert að ímynda þér hluti, þú ert heima á Kleppi, nú á ég sem betur fer heima á Kleppi sem starfsmaður. En þetta einmitt málið, maður upplifir svo mikla höfnun, það höfnun frá vinum, það höfnun frá fjölskyldum og svo, þegar ég segist vera geðveik, ég segi það með svo miklum kærleik af því að það fólkið sem hafnaði mér ekki, þegar allir sem hefðu ekki átt að hafna mér, höfnuðu mér. Ég hef ekki bara að loka þessu við, ég þakka ykkur kærlega fyrir krakkar, þetta var ótrúlega gefandi samtal og mér fannst gott að hlusta á ykkur og þakka ykkur fyrir að koma hérna. Ég hef ekki að þakka, það einhver annar sem þakka væntanlega fyrir það. Ég var bara beðinn að koma hérna. En mér langar að segja eitt að lokum að því ég hef hitt mikið af börnum og ég á mjög stormasamt líf sem á mikið af börnum og barnabörnum. Amma mín var til dæmis 37 ára þegar ég fæddist. Þetta gerist hérna. En það sem ég hef lært í lífinu, það oft gott að tala við eldgamla fólki stundum, að það eru svo margir kaflar þar sem ég kom með einhverjum stað og ég segi þetta bara búið. Það bara verður aldrei gaman aftur. Hún farin frá mér eða hann farin frá mér eða ég misti þessa vinnu, ég fékk ekki þessa vinnu, ég var rekinn úr þessari vinnu, ég eitthvað bara og nú ég dottinn í það aftur, því ég var alltaf fullur, búinn að vera edrú í 30 ár. Að þegar allt í einu þá fattaði ég að það var kannski verstu tímum lífsmins þess að ég held að það myndi aldrei koma að birta aftur. Svo bara viku seinna, það var bara sól. Og þetta kemur stundum maður heldur þetta sé. Það eina sem ég get sagt ykkur allavega frá minni reynslu og ég hugsa reynsla þeirra, sérstaklega og þín reynsla líka alveg þegar þú þitt líf gerist, það sem þú ert að lýsa, þá upplifir allt að hrynja. Þú lýsir hrikalegum afleiðingum þess að vera stödd bara í þessu ástandi sem átröskun getur valdið og það bara þetta lífshætta og þú lítur svona út en það samt komið líf aftur og Nína, hennar líf, hvernig það búið að vera að það ótrúlegt hvað bara sem að getur bara orðið bara mjög gott bara daginn eftir hins vegar gleymum við þau og það ekki gott. Þetta eina sem ef þið getið munað þetta það væri bara, já, ok, bara, ég ekki að þetta bara lífi gerist. En þetta held ég að sé kannski bara svona mjög langað að segja þetta á lokum og þakka fyrir að vera hérna og takk fyrir eitthvað frábæra panel hérna. Takk fyrir. Takk hérlega. Framtíðin björt, krakkar. Þið þurfum að stjórna þessu landi. Sniðugasta sem ég hef sagt í dag var áður en að þið komið þetta sem ég sagði að ég hef engar áhyggjur af unga fólki, mest áhyggjur af gamla fólki.